Það ekki á hverjum degi sem fyrrum forsetafrú í þessu landi sendir frá sér skáldsögu. En nú eru uppi þeir merku tímar. Elísa Reid, forsetafrú, hún er á morgun að kynna bók sem þá kemur út. Ég veit ekki hvort þetta er glæpasaga eða hvernig bók þetta er, en ég er spenntur að fá að vita meira. Vertu velkomin hér að Rauða borðinu, Elísa. Takk fyrir bjóðum mig. Hvernig bók er þetta? Hún er einmitt glæpasögu. Hún er glæpasaga? Já, hún er fyrsta skálsagan mín. Já. Og gerst, hún heitir Diplomati deyr. Og við getum sagt að það sé sendiherra og svona sendiherra heimurinn þar. Hún gerist á Íslandi að sjálfsögðu, en aðalpersonur eru svona kanadíska sendiherra hjónin og teymið sem eru að fara í opinber heimsókn til Vestmannaeyja að opna nýja listasýningu eftir svona kanadísk listamaður sem bjó þar lengi og að sjálfsögðu deyr einhver, ég má ekki segja meira. Nei, þú mátt ekki segja meira. En það byrja á kvöldveðurinn og það er veðurtæft, ímynda þér bara veðurtæft á Vestmannaeyja og þá, já, gerist það og það er á sendiherra frúni að reyna að giska hvað gerðist. Já. Þú ert sjálf kanadísk. Já, ég er ólst upp í Kanada og fætt þar. Og þess vegna vildi ég hafa svona kanadískt aðalpersóna í bókinni af því að mér fannst þó, þetta er allt bara úr ímyndaaflið og engin alvöru persónur, mér fannst þetta kannski auðveldara að skrifa fyrsta skálsagan úr sjónarmiði þessi svona glögta gestsauga, þú veist, eitthvað sem þekkti landinu en kannski er ekki endilega fætt þar, af því að þá sé maður bara hlutir aðeins öðruvísi kannski. Já. Skrifaður á íslensku eða ensku? Nei, skrifa á ensku, móðurmál mitt, já. Og hver snarar svo yfir? Hún Matthía Jóð Matthíasdóttir, Magnea fyrirgefðu, Jóð Matthíasdóttir, hún þýddi líka fyrsta bókin mín Sprakkar og gerði þetta bara með mikið príði og var gaman að vinna með hana aftur. Hvernig bók var það, Sprakkar? Hún heitir Sprakkar og hún var gefin upp jólin 2021 sem var konur á Íslandi og sprakkar var mjög gamalt orð, Ísland orð sem ég fann sem þýðir bara kvenskurungar eða dugnaða kona og reyndar á ensku bókin heitir Secrets of the Sprakkar eða Leyndarmál sprakkana og því ég vildi nota Íslands orð í nafnbókarinnar á ensku og hún var byggt úr viðtölum með það bíl 40 konur svona venjulegar, ekki endilega frægkonur til að bara útskýra hvernig þetta er að vera kona í gæsalappir heimsins besta land fyrir konur og auðvitað með gæsalappar en þetta var svolítið saga til að vera hvetjandi úr hvað við getum gert úr okkur eigin lífi til að bæta við heimurinn. Einmitt. Er feminískur vinkill á Diplomati deyr? Já, ég mun segja það. Ég mun segja að hún sé frekar svona feminist bók. Allavega ég vona að hún sé með svona sterk kvenkins personur. Karakter sem hefur svona raddir og þannig og ég vil ekki segja of mikið að sjálfsögðu. Þetta er aðeins erfiðara að tala svona glæpasögu því að maður vil ekki segja kannski meira en það sem gerast á fyrstu 10 blaðsíður. En ég bara, af því að ég er feministi og þá kemur bara fram kannski ekki endar mína skoðanir að sjálfsögðu vona ég að ég er búin að gefa skoðanir og hlutir á öllum karakterin sem eru ólíkar, annars er hún ekki áverð saga, en vonandi er hún bara með svona smá bein í nefið maður getur sagt þetta þannig sko. Já, það er svo spennandi sko, ég hef sjálfur skrifað bækur og stundum er þetta þannig þetta ferli að handriti fyrir oft á milli forlagsins og manns sjálfs hvernig hefur þetta gengið hjá þér? Já, sko, þetta er mjög góð spurning reynslan mín við fyrsta bók, ef ég má byrja þar, ég var með þessi hugmynd að skrifa konur á Íslandi og að því að ég var að skrifa aðalega á ensku, þá var ég að reyna að selja þetta á erlendra markaði fyrst og þá er maður með umboðsmann. Þá þurfti ég að finna umboðsmaður og skrifa svona stuttun svona kynningu hugmyndin mín sem var bara kynning, markaðurinn og svona yfirlýsing af bókina og 2
dæmikaplar og þá maður selja bókina og skrifa undir samning og það þarf að skila bókina eftir 9 mánuði og hvað það er. Núna með skjaldsagan það þarf að skrifa alla blessuna bókin áður en það getur selja þetta og heimurinn alveg sama hvort ég skrifa þannig bók eða ekki og mér fannst þetta bara aðeins erfiða af því að sjálfsög við erum öll bara upptekin fólk það nóg að gera hvort sem fyrir utan að skrifa bókina og að bara skapa nú tíman til að gera það og maður hugsa, þú veist, kannski mun ég skrifa þessa bók og umboðsmanni mun senda þetta á alla útgefendur og þeim mun alltaf segja nei takk, þú veist, það gæti gerst það kemur fyrir mörg okkar sko algjörlega og mjög, ég er búin að fatta líka ekki endilega ef bókin sé ekki vel skrifuð heldur kannski fleiri bækur sömu efnið og svona alveg rétt og stundum fá margir sömu hugmynd í einu og ég skal bara segja því að reynda sagan á eftir kannski vonandi hvetjandi saga fyrir allir sem reyna að skrifa bók en hérna það sem var að draga mig áfram var að hugsa ég bara veit ekki hvað maður gerast en ég veit 100% að enginn mun gefa út þannan bók ef ég skrifa hann aldrei og þú veist, þetta var svolítið einfallega það sem hjálpaði mér en það sem ég vildi segja, þá maður bara senda þetta út og það fá fullt að bara nei takk, svörun, þetta bara eðlilegt en 2 sem ég fekk á sama dag og þetta kannski vonandi að þetta svona hvetjandi sögu fyrir allir sem með bók í magnum þeir voru útgefundur í Bretlandi og eitt sagði vá, þú veist, bók sem gerist á Íslandi, þetta bara svo áhugavert og þessi Nordic Noir svo vinsælt og alla karakterin bara ofboðslega áhugaverður og sagan velskrifuð en við finnum að þessa svona diplomati heimurinn aðeins svona of hástett og tengist ekki almenningar og bara of svona bara þá við nei takk hinn nei sem ég fekk sama dag frá önnur útgefendur var að segja við elskum þetta konsept að hafa diplomater og allt verð þekkt en þú veist, það bara fullt af sögur Íslandi og bara þá þið voru bara að segja nei fyrir gjör ólíkar aðstæðum og þá maður bara sé, þú veist, þetta bara pínu random hvað maður fá og ég veit ekki hvort það sé hvetjandi eða ekki en mér fannst það pínu hvetjandi að hugsa bara, það var ekkert sem ég hef gert með þessa saga, sko, sumir mun bara segja þetta ekki fyrir mig, þetta ekki eftir mínu smekk og það ekkert sem ég hef gert í þessu sko. Það mikið svona hefni sem kemur í þessu en allavega, ég var að selja bókina fyrsta skjaldsagan og ég var mikið aftur með ritstjórnum þegar ég var komið með samning sko, breyti töluvert mikið mun ég segja sem gerist í bókinni sem ég mun ekki tala ópenbarlega af því að ég vil ekki eyðileggja neitt en ég get sagt að það var margt sem ég var breytast og núna ég að skrifa framhaldsbókina þetta bara samning fyrir allavega 2 bækur ertu bara strax byrjuð á númer 2? Já, því að þetta var svo löngu ferill ég kláraði reynda þennan bók fyrir ár síðan og og þarf að skila næsta bók núna í júní mánuði þá ég komin langt í þennan og mér finnst það bara að hafa skrifa einn áður þá ég búin að læra aðeins betur kannski ég ekki alveg vera föst í sama mistökin og áður en þetta samt þetta bara ekkert endilega auðvelt Sko, nú þarf ég að fá að vita eitthvað praktískar hliðar þessa verks. Hvenær hófst ritunartíminn? Hvenær byrjaður að skrifa hana? Skrifa bókina. Varstu það ennþá forsætisráðherra? Já, ég kláraði reyndar þann bók þegar ég var ennþá forstafrú. Ég segi það. Ég skrifaði alla sprakkabókina auðvitað í þá. Þetta var mest, núna ég að hugsa, ég kláraði sprakkabókina það bil voru 2021. Og strax eftir það hugsa ég þetta búin að vera áhugavert ferill, svolítið skemmtileg skrifa bók erfitt en svona skemmtileg áskorun mér langar kannski aftur skrifa bók en ef ég byrja ekki strax þá mun ég aldrei gera þetta af því að það alltaf eitthvað annað að gera alltaf eitthvað annað og þá ég var ekki strax með hugmynd eða neitt en hugsa bara ég ætla að reyna kannski að skrifa skjaldsögu, ég hef aldrei gert þetta. Finnst þessu krimmu, glæpa heimurinn áhugaverður, las alltaf Agatha Christie og allt þetta þegar ég var krakki. Og varst alltaf að spá í plottið. Já, og karakterinn og bara einhver svona gaman, en ekki mikið blóð, en ekki mjög svona, meira, ég get ekki sagt létt sko, en það sem ég kalla svona klassísk, svona bresk stíl, vonandi.
ekki endilega eitthvað sem maður var bara vaknaður alla nóttina og bara hræddur við að slökkva ljósin, sko. Ekkert splatter? Nei, ekki þannig. En já, þá þurfti ég bara aðeins að pæla í og hugsa hvernig að skrifa svona bók. Þá ég byrjaði kannski strax en svo fór ég út að kynna bókinu og kannski gerði ég ekki neitt í nokkra mánuði, svo fór ég aftur og allt, þetta var bara kannski 2 ár áður en ég kláraði. Ég var að selja bókina kannski í 2023 kannski. Hvenær fannstu tíma? Hvenær skrifaðir? Morgnana, kvöldin? Ekki á kvöldin, aðlega ég var alltaf þreytt. Þegar ég var í forstafrú hlutverki, þá reyndi ég kannski að reyna að halda kannski heila dagur þar sem ég var að segja ég þurfti ekki að mála mig, svo málalaus dagur. Já, ég skil. Með engan fundir og þá var ég bara í joggingbuxum og bara heima og þá var ég að skrifa allan daginn. Núna þetta meira að ég reyna að skrifa á morgnana þegar ég bara vöknuð og hress og svona ímyndarafli virka betur og þá reyna ég að taka alla fundir sem ég á fyrir hvað sem eftir hádegi. En þetta fer eftir hvernig dagurinn og maður þarf svolítið vera bara sveigjanleg. Ég skrifa eða ég vinn mjög mikið líka á flugvélum. Ég svolítið mikið á ferð og ég reyna að nýta þannan tíma þegar þá enginn börn svangir og enginn að hringi í manni eða neitt, sko. Nei, það lemmis Ólafur Jóhann Ólafsson. Þegar hann var businessmaður þá skrifaði hann bækur sínar að miklu leyti borði í flugvélum. Já. Fyrir löngu. Já, ég skil þetta bara mjög vel. Stundum fólk kannski hugsa, ég var að reyna að lesa upphátt einhvað sem ég nýbúin að skrifa því að það breytist alltaf þegar maður að lesa þetta upphátt og ég var að fljúga og reyna svona hvísla til sjálf mig, og hugsa bara, já, manneskja við hliðina á mér bara på því að hugsa, hvað hún að gera? Má ég spyrja hvernig Guðna leist á þessu hugmynd? Hann hefur alltaf bara stutt mér bara mjög mikið og auðvitað hann hefur skrifað 7 eða 8 bækur, kannski vita betur, þá við erum bæði að skrifa mikið en ólíka hlutir og hann skrifa mjög mikið á kvöldum til dæmis, hann getur bara detta í að skrifa og alveg einbetta sig. Hann hefur alltaf verið bara stuðningsmaður nummer 1 hjá mér og þó hann ekkert mikið fyrir glæpasögur, hann lest þeim ekki mikið, hann lest þetta yfir fyrir mig og þetta var áhugavert hvaða ábendingar hann kom með í bókinni, því að ekki kannski svo mikið fyrir karakterinn eða plottið en eitt þannig, hann, til dæmis þau fer einhvern tímann að heimsækja fiskvinnslustaður á Vestmannaeyjum sem auðvitað gerfi en einhver staður og hann segir, á þessu árstími þau mun ekki að vera að flokka ísu, vera frekar bara þorskur eða eitthvað slíkt og hann með mjög svona nákvæm ábendingar sem þau stati ekki í hug hjá mér. Svona fact checking. Já, akkurat og bara mjög nákvæm, sko. Já, sko hans glæpasögur hafa náttúrulega bara verið íslensk stjórnmál sem hann búin að vera að skrifa. Já, en hann skrifa þeim alveg eins og thriller, sko. Ég veit það. Og ég vil bara byrjun á sagnfræðilegum bókum sem hann hefur skrifað, hún getur verið alveg bara rosa spennandi. Þannig að las hann yfir? Ég? Nei, las hann yfir? Mínu? Já, hann les alltaf yfir þeist og líka fyrir sprakka bókina. Og eins og ég segja, kannski kemur mest fram eins og þessa praktískt atriði sem gaman. Og ef það eitthvað mistök þá ber ég alla ábyrgð á þeim. Var þetta gaman? Jú, það sko konan sem ég þekkir út í Bandaríkina sagði einu sinni, henni finnst ekki gaman að skrifa en henni finnst mjög gaman að hafa skrifað og ég svolítið þar sko, að setja niður að sjá tómt blaðsíðu eða tómt skjá og bara setja niður orðin, þetta finnst mér leiðinlegasta partur af þess allt saman en að vera búin að skrifa bók það er engin tilfinning eins og þú kannski þekkir og mjög gaman að spjalla bókina og líka bara pæla í hugmyndir, tilkynna bókina, gera breytingar, allt þetta er líka skemmtilegt. Sko þetta náttúrulega rosalega augrun og ég tengi einmitt við þetta sem þú segir að þegar maður hefur lokið verkinu þótt maður geti alltaf gert betur þá eru samt alveg augnablik það sem við hugsum
ok, þetta gastu. Já. Og svo fer maður náttúrulega svo kaf í verkið, kannski með 100 orða texta og þú veist nákvæmlega bara hvert þú ert á hverjum stað. Það einhvers konar svo stolt í því að bara segja, já, ég gerði þetta, ég bjóta til. En ég finnst, já, þegar ég fæ bara fyrsta eintak í hendunar, þá skoði þetta ekki eftir. Af því ég vil ekki bara sjá einhverja villur eða neitt þannig, sko, að það bara, klálega verða það einhverja villur. Kannski sérstaklega eins og með þetta, ég ber svo mikið virðingu fyrir þessa diplomata heimar. Ég ber svo mikið virðingu fyrir það sem sendiherrar og starfsfólk utanríkisráðuneytisins eru að gera. Já, og þarna kemur með sjónarhort sem að fæstir þekkja. Og kannski sumir hugsa, þeir bara drekka kampavín einhvers staðar og gera ekki, en þetta er svo mikilvægt. Afætur á samfélaginu. Ég bara, að efla þessa tengsl, vinatengsl á milli löndin, á persónulega hátt, svo mikilvægt og þetta er bara svo gamalt hefð. Þetta er meira og minna búin að vera það sama í mörg 100 ár. Og mér, ég ber svo mikið virðingu fyrir þessu að ég vona að þetta kemur frem og sömuleiðis fyrir íbúar Vestmannaeyja. Og við fengum, það vorum ofta heimsækja Vestmannaeyja þegar ég var í hlutverk forstafrúar og líka áðan og með börn og svona. Börn finnst það kannski besta sönglög á landinu. En ég vona að þetta virðingu fyrir Eyjamenn kemur fram líka. Að þetta er bara, en auðvitað það gæti verið mistökun, sko, einhvað ég er búin að skrifa rétt eða bara misskilja hvað einhverju hús er og búin að færa þetta, en maður bara gerir sér besta með þetta. Ertu bæði, sko, róttæk, frjálslynd og íhaldssöm? Hvað meinuðu, bara sem einstakling eða? Já, ég meina bara svona af því að þarna hefur gaman að skrifa hefðirnar og mann dettur í huga að það sé einhvers staðar íhaldssemi þarna undir en svo ertu líka náttúrulega bara frjálslyndur feministi og getur kannski alveg verið róttæk líka. Ég mun segja að ég sé mjög praktísk manneskja og ég manneskjan ég veit ekki hvort það telst sem svona íhaldssöm en ég vil fylgjast reglur. Þú veist, ef ég er að kaupa brauðristavél, ég les bæklingur hvað maður á að gera þetta, skilur. Þú ert í því liði. Já, og ég vil fara frá A til B til C, ég vil helst vita, þú veist, hvað kemur fram í dag, þú veist, ef Guðni þekkir mig mjög vel og hann, þú veist, mun aldrei, ég veit ekki, færa einhverja stól í stofunni án þess að spyrja mig fyrst, af því ég mun vera svolítið, varst að færa stól? Ok, veist, varst að bjóða fólk í mat í kvöld? Veist, og ég vil bara alveg vita, þú veist, þekki ramman, skilu, undir því sem ég gera hlutir, en kannski er það eitthvað jákvæm sem er búin að breyta mig að gangi þessa heiður sem forstafrús hlutverki af því að það er engin handbók hvernig ég sína þennan hlutverk og þá ég mun segja en að sjálfsög ég er feministi sko, ég valdi alltaf verið það sem ég lít ekki á sem á að vera umdelt orð. Þú veist, fyrir mig er þetta bara mjög basic orð sem snýst bara mannréttindamálum og ég reyna að nýta þetta sem oftast af því að fyrir mig er þetta ekki umdelt. Og ég tel mig ekki sem mikið aktivisti þó mér finnst að ég sé ekki hrædd við að nota röddin mín. Og röddin sem á íslensku er með hreim sem er öll annað mál en mér finnst líka mikilvægt að fólk á Íslandi heyrist íslensku tala með hreim. Sammála. Já, þá ég veit ekki, ég er bara svona blanda manneskja sem stendur fyrir mannréttindamálum en ef ég væri með einhver reglur og ég er alls ekki spontan manneskja get ég sagt ég sko og já, eins og þessi hefði, það er fullt af hefði sem eru bara frábært og fullt af hefði með heimurinn sem við getum bara að sleppa. Er einhver móralskur vinkill í skáldsögunni, glæpasögunni? Mjög góð spurning ekki endilega beinlínis, ekki sem ég var pæli. Ég var sko, þegar ég byrjaði með bókina að skrifa hana, eins og ég var að nefna, þá er ein af svona aðalega karakter. Ég vildi ekki hafa lögreglumenn sem aðalpersonu, þá er það Unnu Stíl, bókina. Aðalpersonan er kona kanadíska sendirann á Íslandi. Og það var líka út af því að ég hugsa bara, já, maður getur kannski leika aðeins með þessi sko
að vera konan einhvers sem ég kannski þekkir aðeins. Og reyndar á endunum, ég ekki viss hvort ég var mikið að leika með þetta eða ekki, en ég var að hugsa, þú veist, þessa pæling. Nú er ég búin að gleyma hvaða spurningin þinn var. Hvort það væri svona móralsku tótanna undir... Sko, hvort langar til þess að segja sko 2 sögur, annars vegar svona aftreyingarsögur og svo líka svona einhver skilaboð. Sko, ekki endilega, en ég vildi líka, mér finnst að fólk besta svona glæpasögur eru góð að því að það svona spennandi glæpasagan sjálf og svo eru karakter og umhverju og allt þetta áhugavert og eins og þú segir bara þemar eru áhugaverðar og þá ég kannski aðeins að reyna að tala hérna leyndarmál og hvernig við komum fram með eitt svona andlit ópenbarlega og eitt svona andlit prívatlega eða einhvað slíkt sko. En það góð pæling og ég ekki alveg viss hvernig ég svaraði hana en þá sko. Ég líka ég mjög ánægð að þú hefur spurt þetta líka af því ég að byrja þessa ferill að kenna bókina og ég þarf að bara æfa mig á svörin sko. Já, og svo geta verið einhver svona dulin skilaboð frá manni sem maður áttar sig ekki á sko. Nei, algjörlega og það var eitt sko sem var svolítið að stoppa mig þegar ég byrjaði að skrifa eins og ég var að segja við þig sko, ok, ég ætla að hafa kanadíska karakteru því ég þekki þessa svona glögt að gesaugan varðandi Ísland og ég ætla að hafa karakterinn sem konan einhvers af því að þetta þekki ég líka en þessi aðalperson, hún er það ekki ég veist, og hún þarf að hafa sterkleiki og veikleiki og allt þetta alls saman og þegar ég var búin með fyrsta draug umbóðsmann mín las yfir og sagði já, þetta allt mjög áhugaverð alla persónur mjög áhugaverð nema þessa aðal karakter, hún bara svolítið ekki neitt og ég fattaði svo að ég var pínulítið hrædd við að ef hún var með þetta vandamál glíma með þetta, að fólk myndi hugsa já, það var Elísa að glíma þetta að hún væri einhvern veginn ég og hún alls ekki ég en samt maður alltaf að einhverju leiti að skrifa sjálfan sig setja sjálfan sig í allt ég mun segja alveg eins og klálega þessa virðingu fyrir utanríkis fólkið til dæmis eða stefnu og það gildist fyrir alla persóna í bókina það enginn í bókinni sem þetta alveg eins og þessi gamla ívimannin minn eða einhvað slíkt sko. Og maður þarf bara þú veist, að sleppa þessu press að hugsa hvað ef einhver lesendur hugsa þú veist, hún glíma við vandamál í hjónabandi það þýðir Elísa að glíma við vandamál í hjónabandi þú veist, mér alveg sama hvað fólk finnst þú veist, það gekk nú svo saga líka hvað? Að þið værið að glíma með einhver vandamál í hjónabindunum ég bara, þú veist ég les ekki einu sinni hvað fólk að gera, þú veist, ég veit alveg hjá mínu hvað ég trúi og þá ég bara, þú veist, alveg sama hvað allir vil hugsa. Þetta einhver frelsi með að vera eldri líka. Fólk þetta bara alveg sama. Svo það líka til sem að segja að Guðna hafi gengið svona vel sem forseta út af þér? Sko, ég held aðalega Guðni hefur gekk svo vel sem forseta af því að hann góður maður og klár maður og var að gera þetta til hreinlega til að sýna embætti vel og virðingu og ég bara ofboðslega stolt af honum fannst að hann gerði þetta bara svo vel En var þetta ekki brjálu vinna fyrir því líka? Jú, það var rosa gaman, það var mikið ævintýri og ég bara elska þetta og þetta bara stærsta heiður lífsmins og jú, alveg bara stórkoslegt og að sjálfsögðu reynum við sem hjón að styrka hvort annað, ekki spurning og bara, veist, við erum mjög ólíkar personur en sem gildi og mér finnst þetta það sem svo mikilvægt sko. Að maður vill bara, kannski erum við fara ólíka leið en við viljum enda á sama stað og þetta finnst mér bara mjög gott og ber bara mikið virðingu fyrir hvort annað að sjálfsögðu. Það lykillinn. Já. Má ég aðeins byrja því í lokin Elísa ástandið í heiminum og Kanada og hvernig Trump hefur verið að bregðast við þínu heimalandi og bara á hvaða leið við erum? Sko, já, það maður finnur svolítið að allavega ég persónlega, ég með þessi svona óþægileg tilfinningu eins og maður var rétt fyrir COVID að það einhvað vond sem að gerast maður get ekki alveg útskýra hvað þetta eða hversu stórt þetta verður en
þetta þessi svona óþægilega óvissa og jú, þetta bara óþægilegt mér finnst að við þurfum ekki öll að vera beinlínis pólitískt varðandi einhverja sérflokkstefnu eða neitt en við erum öll heimsborgarar og mér finnst að við eigum öll einhvers konar ábyrgð að gera heimurinn betra í dag og finnst þið Trump vera því? Alls ekki af því að það eru bara vondir karakterinn inn í heimurinn sem eru ekki endra sammála eða eru að gera þetta bara fyrir sjálfan sig eða þeirra fólk og þess vegna höfum við ennþá meira ábyrgð af því að þegar við almenningar stoppa það sem við ætlum að segja hætta að vera að kritisera til að nota góða íslensku eitthvað þá vinnur þeim líka af því að það búin að gera alla vinnan fyrir þeim sko, af því að fullt af fólki búin að bara hætta að segja neitt af því að þeim finnst þetta ekki nægslegt en mér finnst það langt flest af okkur sem eru ekki þjóðkjörnir fulltrúar langt flest af okkur sem eru ekki með einhver risastóra budget eða stýra einhver stórfyrirtæki en við höfum öll áhrif í okkar svona í kringum okkur hvort þetta sé vinnustæðri, í fjölskyldunni, í skólanum bara hvaða æfir sem og mér finnst að við erum öll með ábyrgð til að gera einhvað og sko, lítið saga í COVID, þegar COVID byrjaði mamma mín sem þú veist, ég ólst upp í sveit í Kanada og hún svona alltaf heimavinnandi frábær manneskja, sko, ekki stór áhuga í pólitíki eða þannig, sko, en fylgst alltaf með hún ákveði COVID, já, ég ætla bara að hringja á hverjum degi í einhvern sem ég þekkir sem reyn og bara spyrja þeim hvernig gengur, bara til að passa upp á alla. Og núna að faraldurinn sé bara búið, hún hefur ákveða svolítið og hún hefur áttræð, þú veist. Hún reyna að gera eitthvað á hverjum degi sem bara létta lífsins einhvers. Hvort þetta sé að hringi einhver, hvort þetta sé að fara í göngutúr með einhvað, baka einhver fyrir einhver stað, þú veist, bara eitthvað sem létta dagur hjá einhver annað. Og mér finnst þetta svo til fyrirmyndar, af því hún ekki að reyna að vera fræg, hún ekki að reyna að komast á samfélagsmiðli, þú veist, hún ekki á samfélagsmiðli neitt þannig, en hún að gera sitt og pæli alla þessa fólk sem teka móti þetta góðvilt og þú veist, og pæli mig því og ég ekki að reyna að vera svona létt, það mjög alvarlegt mál sem í gangi, alveg klálega sko, en þá núna tökum við á og reyna að gera bara leggja okkar að mörgum bara aðeins og það eitt sem gott sem búin að gerast í Kanada núna, ég líka Kanadamaður yfir það stoltur Kanadamaður þetta áskorun hefur draga Kanadamenn svo mikið saman eins og við Íslendingar þegar það reynir á við stöndum saman sem einn og þetta líka jákvæð. Já, það frábært að hérna ef ekki bara klára þetta á þeim jákvæðu nótum. Já, og bara hvetja fólk til að kaupa bókina sjálf. Að sjálfsögðu. Þú ætlar að vera með partí á morgun á Fiskislóð, bókabúð Forlagsins. Klukkan 16:30. Já, einmitt. Sjáumst þar. Já, kærar þakkir fyrir spjallið. Takk. Nú, þátturinn verður þá ekki lengri hjá okkur í kvöld. Við þökkum ykkur hlustendum og áhorfendur kærlega samfylgdina. Ekki miðvikudagur í dag? Jú, það miðvikudagur, þannig að við förum aftur í loftið klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.